Heyri í mér að? Halló, halló. Halló, halló.
Já, góða kvöldið, góður hálsar og velkomna að skjánum hér í þessum íshokkeyleik, fyrsta leik þessa tímabils. Sökum óviðráðanlegra aðstæðna þá er þetta officialt séð fyrsti leikur þessa tímabils og hann er jafnframt fyrsti leikur þessarar ofurhelgar sem nú er að hefja sinn gang. Þessi leikur í kvöld, það er leikur á morgun hér í sama húsi gegn tveimur útiliðum, Skautafélags Reykjavíkur, Skautafélags Akureyrar og svo er Fjölnir Skautafélag Akureyrar á sunnudaginn. En við ætlum ekki að tala meira það. Hér mætast í kvöld Skautafélag Reykjavíkur, Skautafélag Fjölnis eða íshokkey-deild Fjölnis, Skautafélagi Björnin. Hvernig sem við viljum nú kalla það. Liðin eru búin að hita upp, eru að koma sér fyrir. Dómaraþrennan er glæsileg á ís og tilbúin að taka hér á öllum málum sem koma upp. Það er augljóst að hér er geysi spennandi leikur í uppbyggingu og við erum þess heiðurs ánotandi að fá að fylgjast með og þá er ekki annað að gera en að hefja leik. Við erum komin á stað, SR vinna uppkastið en pökkunum fer inn í þeirra svæði og hér munaði mjög að þeir náðu góðu breykandi en það tókst ekki. Hér er samt einhver misskilningur í svæði Fjölnis en Viktor Freyr lætur bara vaða af löngu færi og Bjarnamenn elta. Hektor í baráttunni niður í horni, Freyr kemur honum til bjargar og SR-ingar ná pökknum og skauta hér út. Einhverjir nú tækifæri að taka skiptingu, Kári Árnason lætur vaða af löngu færi en Túmas í markinu sér við honum. Viktor gefur sínum menn tækifæri hér til þess að skipta sem þeir og gera. Fyrstilegan Bjarnarins kemur hér inn og hinn mikli reynslu bolti Róbert Pálsson, fyrirliði Fjölnis, segir sínum mönnum að stilla upp. Misskilningur á bláu línu en pökkurinn endar hjá Bjarnamönnum. Ég er hinn finski finnur kollega sinn í vörninni sem að þarf að henda hér í smá nöðvörn og skýti pekkinum og það er æsing. Dómarinn er ekki sáttu við það að einhver Bjarnamaður, Úlfar Andersson, hinn aldur hnigni en sí ungi jafnframt fer að vístum. Þeir vilja hafa hann inn á, fá ekki nóg. Það er nóg á tanknum með honum, ég veit það. Uppkast í varnarsvæði Bjarnarins. En sér ekki að fá pökkinn. Sending tengir ekki og Hilmar, Úlfar skipta, SR-ingar stilla upp. Sending út, hún tengir. Brilliant zone entry, ná að pota í hann þarna í vörninni og hann, pekkurinn fer beint niður. Dálítið verið að keyra pökkinn hér niður á bak við markið, SR-ingar. Hættuleg sending hér fyrir sem að hefði geta, sem að átti að ég held að fara í deflection. En hér eru Bjarnamenn, ná ekki almennilegu skoti, það fer í kylfu og í þagnetið. Ekki þagnetið, afsakið, netið fyrir aftan markið og við fáum stoppleik, skiptingu á báðum liðum og það er uppkast í varnarsvæði SR-inga. Bjarni vinnur þetta, þeir komu pekkinu niður en þar er enginn komið fyrir framann. Pökkurinn er í hotn og SR-ingar reyna að koma út en hann enda beint fyrir framann í slottinu og náðu ekki að nýta sér þetta og það er foot race niður í varnarsvæði Bjarnarins og eitthvað hefur klúðrast. Hér náðu SR-ingar ekki sendingu fyrir en þeir halda fram deflection hér sem að
dettur fyrir Hector og hann siglir rólega, gefur sínum mönnum smá space og tekur hér skiptingu. Hér hins vegar eru fáir Bjarnamenn inn á, eitthvað hefur skólast til í tilskipunum. SR-ingar nýta sér þetta, sendar fyrir og þarna var Tómas snöggur á fótunum. Klaufaleg mistök hjá Bjarnamennum, voru ekki með tilbúna línu til að fara inn á og þar með voru SR frjálsir að spila í yfirtölu inn í sónunu en hinn finnski Tómas með allt á hreinu milli stangana, uppkast í varnarsvæði Bjarnarins. Jere reynir að chippa honum út, SR-ingar ná til hans en þurfa að chippa honum inn aftur. Róbert Freyr Pálsson tekur stjórn á þessum leik, reynir að fá sína menn til þess að setja upp. Hann reynir sendingu hér yfir og það engin æsing og það viðstöðuleg skot sem að smellur ekki. Hann hittar ekki puckinn, skemmtilegt spil hins vegar en nú koma SR-ingar og eru með smá hraða. Sending í gegnum miðjusvæði sem að tengir ekki, þetta hefði getað verið hættulegt. Spil niður í horninu. Bjarnamenn henda þessu út og það ekkert æsing þar sem að SR-ingar eru komnir til hans. Mjög öflugt forecheck hér hjá Bjarnamennum. Tækling niður í horninu sem að trillir líðin. Falur býr þarna til mistök hjá SR-ingum og Bjarnamenn ná pekkinu. Gunnsteinn kemur honum inn. Falur enn með pekkin fyrir framann, reynir að komast inn en pökkurinn endar hjá markmanni. Jóhann Björgvin þarna á Varbergi. Falur fer ekki fram hjá honum í þetta skiptið. SR-ingar náð þessu uppkasti eftir smá móð. Fjölnir heldur honum inni. Hættulegur dans hér á blálínni, það endar úti. Hinn gulli betri Sturla Snorrason var þarna að reyna að búa okkur til og nú þeir að senda hann fyrir en það endar hjá SR-ingi og SR kemur pekkinum út en það endar hjá varnarmönnum Bjarnarins. Há pressa hjá SR-ingum en erfið sending sem að átti að þarna var skot frá Sölva sem að hefði hæglega getað endað inni rétt framhjá. Í staðinn þá fáum við hér skot frá Sturla Snorrasinni sem setur hann fyrir og Hilmar klárar þetta glæsilegt. Það gleður gamals auga að sjá hér löngum týndan Bjarnamann Sturla Snorrason vera kominn aftur á ísinn ofan úr brekkunum. Hann verandi ólympíufari á skíðum hefur ákveðið að skipta út einum fótabúnaðanum fyrir annan og kominn aftur hér og gerir mikinn í sínum fyrsta leik tilbaka ef að ég fer með rétt mál og með glæsilega stóðsettingu á Hilmar. Og Björnin hér með góða byrjun eftir 5 mínútna leik. Björnin vinnur uppkastið. Jere leitar að sendingu, fer langt yfir og Úlfar nær þessu og næstum því búinn að koma sér í frábært færi þarna en allt kom fyrir ekki Hilmar. Eldi tilbaka. Eldsprækur eftir þetta mark sitt og væntanlega með auka gas í bensíntanknum fyrir vikið.
Bjarnamenn henda þessum pekki úr hættulegu svæði og reyna að setja pressu, þeir fá skiptingu, SR-ingar hægja örlítið á og freista þess að búa til uppspil. Níels saumar hér í gegn en skotið fer, hættulegt skot hér frá SR-ingum eftir að upphafsskotið fór í legglíf en enn og aftur lætur Tómas ekki blekkjast á milli stangana. Falur vinnur þetta uppkast. Guðmundur nær honum út en SR-ingar slá þetta niður úr miðju lofti. Níels nánast komin í gegn hér en Tómas búinn að frysta þennan bökk og ekki verður meira að spila í þetta skiptið. Bjarnamenn hér að vinna face-off en ekki að spila jafn vel út úr svæði. Er að skapa sér hættuástand, trekk í trekk. Hérna eru SR-ingar að gera sér kápu úr því klæðinu. Hákon Magnússon hér með rebound sem fer beint á kilvu hjá honum og hann er ekki lengi að sneiða það í skeytin. Hörku spennandi leikur hér, 1-1, frekar svipumörk, það er að koma hér sendingar inn úr horni og inn í miðsvæðið þar sem að markmenn er ekki alveg að ná að fóta sig áður en skoti kemur. Hér eru SR-ingar en að gera rebound skot en Tómas sá við þessu og Fjölnir fer í hináttina. Skot frá Freyr, enda niður í horni. Hápressa. Hektor með góða tæklingu. Örlítill miskilningur hérna á blálinni en Jón Albert og Hektor pressa hátt. Vilja fá SR-ingar hér niður á vinstri kantinn en einhvern hluta vegna kemst þessi pökkur alla leið en hér er hins vegar grimmileg rangstaða hjá SR-ingum sem voru ákafir í að komast inn. Björn tekur uppkastið. Hér finnur Hilmar sem finnur Úlfar og hann kemur honum ekki út en SR labba með hann út og hér er ég að reyna að finna pökkinn en hann er ekki alveg nóg snöggur. SR-ingar með sniðugt spil hér á miðjunni en missa pökkinn niður. Niður í horn, Heiðar sendar hann upp. Níels þetta vaða en það fer í legglíf. Hilmar á réttum staðinn. Hér er pökkurinn að detta inn fyrir aftan markið. Leðjuleg lauma hér frá SR-ingum. Gunnlaugur Þorsteinsson er að ég held hann hafi reynt að gefa hann eða kannski sníkili að reyna að setja hann í markmannið. Það gildir einu, þessi lag inn og það skipast fljótt veður í lofti hér. Á 3 mínútum er staðan orðin 2-1, SR vil. SR-ingar ná ekki þessum snúning en nú leikur hann á þá 2 Hákon og skilur á eftir en Björnin með stjórn inn í sínu svæði reyna að taka snertinguna en þetta réttilega er kallað æsing. SR hefur betur í uppkastinu. Pökkurinn
fyrir og upp í hótt. Þarna með reyna pótunum út en það tekst ekki. Hér hins vegar Pétur komið með pökkinn. Leitar að sendingu, finnur hana ekki, tekur þrýstinginn og SR vinna þetta. Hættulegu staður en hann nær honum fyrir aftan, reynir að setja hann upp í slotti en þar enginn nema Gunnsteinn. Hann tekur pökkinn og gerir vel í að setja þetta djúpt og fá menn úr skiptingu. Sendingu upp hjá SR, Axel Máni. Viktor hér að reyna að hreinsa út en það verður ekkert úr því. SR-ingar hér berjast við að hafa stjórn á pekkinum upp á blálínu en hann dettur út og þeir þurfa að setja upp aftur. One time touchi að bregðast þeim hér. Sölvi, sending aftur, hápressa, þarna hefði mátt reilróta þennan vandamann en það eins og það SR með gott spil hér, sending upp á punktinn og skot en það fer framhjá. SR með búin að stilla hér upp í góða stjórn og þeir eru að senda hann fyrir en það endar í barningi en nú aftur endar SR með pökkinn. Þeir senda hann upp og hér er enginn og þá tekur Sturla á rás. Þið hafa ekki hugmynd hvað þessi gæði getur skíðað hratt en hann var búinn að skíða einum og margar brekkur í þessari skiptingu og gasið búið, skotið komst ekki framhjá. Ferskar lappir koma inn á og bæði lið eru uppstillt. Hér má alveg eitthvað fara að gerast mín vegna. SR-ingar finna ekki sendinguna, Heiðar í vandræðum en sendir hann tilbaka. Hér er reynt eitthvað move. SR-ingar vilja fá dóm en áfram segir dómarinn. Varningur í horninu, pökkurinn yfir. Jere tekur við honum, setur niður í hornið. Úlfar ætlaði að reyna að ná honum en SR-ingar voru fyrr til. Róbert með mann í baki. Hér er dæmt að rangstaða með ásetningi, segir Sindri og skal pökkurinn þá færður inn í varnarsvæði Bjarnarins. Bjarnin vinnur uppkastið, tengir ekki sendinguna upp, barningur í horninu. Hættuleg sending fyrir en þar var ekki neitt til að taka við honum. Þessi pökkur legur út hjá SR-ingum og Hákon sendur hann yfir. SR að reyna að stilla upp í spil hér en ágætis pressa hjá Bjarnamönnum. Baldur aðeins búinn að missa hraðan þarna. SR-ingar ná að tengja þessa löngu sendingu og þeir setja pökkinn í kring. Tómas nær honum. Björnin tæplega með stjórn hér en hafa hana þó. Sending út. Hér fer pökkurinn afkjölu Baldurs og í æsing. SR taka væntanlega tækifærið og setja ferskar lappir þar sem að Bjarnamenn fastir inn á. SR vinna uppkastið, beint upp, Sölvi hótar skotinu, tekur það en það fer í legglíf. Aftur Sölvi yfir, skotið kemur og það deflektast framhjá. SR-ingar spila upp úr horninu en þeir náðu ekki. Falur hérna með laumulegan fót, pillaði pökkinn á honum og finnur þar samherja Gunnsteinn sem að kemur honum ekki yfir rauðu línuna. Hann vantaði þarna eitt skref, hann er jafn hissa á þessu eins og mörgum öðrum atburðum í þessu lífi. Náðu einhverjir Bjarnamenn að skipta en þó er gasið líklega að verða ansi lágt. Björnin tekur þessa skiptingu. Viktor reynir að setja hann út en Gunnsteinn og hann þarf að fara yfir í þetta skipti
og nú náðu þeir að skipta. SR-ingar eru að spila hér upp vænginn. Hákon reyna að finna sendinguna og hún kemst til skila en skotið ekki nóg nákvæmt. SR-ingar eru hér með stjórn á þessu spili en þarna kom lélegt skot og Sturla enn og aftur fyrstur manna í þennan pökk. Lætur SR-ingin hafa það þarna óþvegið, þeir falla báðir við og SR spilar út. Gulli, ekki nógu gott deflection en ágætis hugsun þó. Bjarnamenn náð þessum pekki, hann sendur og þetta var góð sending sem að fór þarna fyrir en það var krækt í Kilvu Freys áður en hann náði að setja hann inn. Það er oft ágætt að vera kílóinu þyngri í þessu sporti. Mögulega hefði það hjálpað honum að ná kontakt hér en hér kemur Hilmar upp völlinn. Hefur tvo með sér. Setur hann á Róbert sem að tekur viðstöðulaust skot það framhjá en Jere er hér. Hann nær honum ekki almennilega á Kilvuna en lekur þó niður í hornið. SR að reyna að spila út en gengur ekki alveg. Jere yfir á Róbert. Yfir á Jere. Finnur Úlfar. Nær ekki að grípa pökkinn. Sölvi situr hann yfir á sinn mann en hér er samt eitthvað ekki fullkomin stjórn hér. Alltaf hoppar pökkurinn yfir Kilvuna á báðum liðum en SR-ingar taka hér stjórn. Skauta upp. Sölvi. Finnur mann. Róbert Pálsson mætir hér. Barningur fyrir aftan markið. Jeri og Róbert. Jeri nær hér stjórn. Setur hann út. Bjarnamenn taka ágætis dömp hér en það var engin eftirfylgni þannig að SR-ingar taka stjórn en þessi pökkur var ætlaður einhverjum sem var ekki á sínum stað býstu við. Skiptir dálítið hlið hér, spilið, einhvern veginn ekki taktur hvoru megin. Dómarinn þarna blandar sér í málinn og gefur hann á SR-ing en þeir eru fljótur að hér tapa þeir pekkinum á stórhællum stað en skotið framhjá lukkulega fyrir heimamenn. Kári upp úr horninu. Finnur Daniel sem að lætur vaða en skotið að þér virtist framhjá og Tómas með hanskan á réttum stað hvort sem er. Uppkast í varnarsvæði Bjarnarins. SR-ingar lengi að koma sér fyrir. Bjarni vinnur uppkastið. Viktor siglir út. Tekur hér langa bakhandasendingu á Frey sem að ná hann næstu í en það kom ekki alveg en Viktor hér kominn fram. Þá er tími fyrir Frey bara til þess að róa þetta niður, gerir hér hárrétt, sendir hann tilbaka. Maður í bak, þetta var klaufalegt en einhvern veginn er þetta að rætast úr þessu. Nú vill dómarinn meina að hér hafi verið gerð cross-checking og eru það SR-ingar sem fá að spila einum færri næstu 2 mínúturnar. Það er Gunnlaugur Þorsteinsson sem er brotlegur og Bjarnamenn líklega hugsa sér gott í glóðurinnar að nýta sér þennan liðsmun. Powerplay-línan komin inn. Uppkast í varnarsvæði SR. Bjarni vinnur uppkastið. Jere. Rófar spilið. Róbert fær hér sendingu en SR-ingar að stilla hér upp í leiðilega glendan demant. Allt í góðu. Hér er Hilmar. Baka markið. Kristir SR-ingarna saman í lítinn kubb. Og Jere. Finnur Hilmar. Tímir sér. Hér er eitthvað klúður í gangi.
tæknilegir örðuleikar að því virðist. Boxið kallaði eftir leikstöðvun hér og sé það að hér eru ennþá 2 mínútur á klukkunni þó svo að það sé í það minnsta 30 sekúndur síðan þessi afplánun hófst. Nú er spurning hvernig dómaratríóið leysir úr þessu. Það verður að spila fingur fram hér. Já, óþægileg kæling á leiknum hér fyrir bjarnamenn sem að voru í yfirspili og nú þarf að endurræsa allt. Þetta þarf að byrja aftur með uppkasti og get ekki þóst vita nákvæmlega hvað það er sem að er að eiga sér stað í bóksinu, eitthvað hátæknilegt. Það eru tilhræðingar á klukkunni en ég treysti okkar dómaratríói fyllilega til þess að ráða fram á þessu. Hér séum við Sæma gefa ordrur á SR-bekkinn. Það er farið á klassísku leið að spóla klukkuna niður og þá telja sig tilbúna að hefja leikinn aftur og ekki seinna vegna. Uppkast í varnarsvæði SR. Björnin vinnur upp á Róbert. Jere fær mann á sig. Setur hann niður í hornið og snýr hann af sér. Er að leita sendingu. Róa niður Viktor. Jere. Leitar að Viktori, vill fá hann aftur en komst ekki í gegn. Róbert setur hann bara í gegn og hér er pökkurinn í háloftinu og Viktor eltir hann niður. Hér kallar stúkan eftir einhvers konar dóm og fær hann og Sæmi les hér yfir þeim. Viktor hjá byrjunum er búinn að sætta sig við sinn dóm og Hákon gerir það á endingu líka. Það er spurning hvort að þetta veri jafnað út eða hvort þeir fari báðir upp á töflu. Ég býð með önduna í hálsunum til að sjá hvernig það er. Sindri útskýrir hér af sinni alkunnu snilld hvernig þetta virkar. Fjórar og 5 spil er gefið merki. Líklega munu þá þessir leikmenn Hákon og Viktor hjá SR og Byrninum koma inn á eftir fyrsta spil þegar að 2 mínútum eftir fyrsta stopp að 2 mínútum liðnum, uppkastið í miðunni. Bjarni vinnur, Jere finnur Róbert. Yfirspil Bjarnarins heldur áfram en þeir eru að reyna að brjóta sér hér leið inn. Jere leita sér að góðum sendingakosti og hann og Róbert ná að búa til smá pláss. Jere ber hann inn. Ætlar að stilla upp, gerir það. Við erum að fá 2 í sig og hér er Hilmar með Róbert opinn. Hilmar nær ekki að taka í gikkinn hér en hann skýtur hérna framhjá. Hector hins vegar tilbúinn að ná í pekkinn og Bjarnamenn
með fína uppstillingu. Jere. Það leita Róberti. Finnur hann og hann tekur ekki inn en það Rakles í skotmarkið á maga Jóhanns. Ekki í miklu vandræðum með þetta skot. Björn hann á að stilla ágætlega upp hér. En færin ekki alveg að gefa sig. 30 sekundur eftir þessu powerplay. Slaggi á sig Sindri. Við erum ekki að taka bestra. Björn vinnur. Hættuleg sending þarna hjá Jón Albert en allt í góðu. Björn, hann tekur í gikkin hér framhjá. Úlfar með pökkinn. Vantar hjálpina. Esseringar ná þessu og ætla að bera hann út. Nei, hann sendir hann á Níels sem að reynir að snúa á vörðina en næri ekki. Yfirtalan hér að vinna með byrninum en ekki fullkomlega hér. Sending sem að Úlfar nær að krafsa úr höndunum á Esseringum en hann með á 2 í sér og það getur verið erfitt. Esser reynir að henda þessu út og þeir leyfa þessu að leka niður í horn. Liðin spila bæði full skipuð. -2 Ólafsdalsbelgir sem að endúsa í bóksinu. Þá það Sturla. Hann svígar hér fram hjá einu manni en kemst ekki fram hjá þeim næsta. Kári Árnason niður í hornið. Potað í pökkinn hjá honum en hann kemur samt upp á Sölva sem að finnur hér mann sem að næra að taka í kikkinn en ekki í frábæri stöð þannig að Tómas átti auðvelt með að sjá við þessu. Guðmundur kemur honum út. Hér Snorri. Sturla afsakið með Hektor en hann finnur hann ekki. Sturla einn og yfirgefinn niður í horni Esseringa. Ákveður að keyra tilbaka. Esseringar dömpa þessu niður í horn. Bara það í horninu. Tómas kemur þessu á sinn mann. Vil spila hjá honum. Þarna var erfið ákvörðun. Ákveða að fara erfiðu leiðina í staðinn fyrir þá auðveldu. Bara á blálínu hér. Hilmar nær loksins þessum pekki en hendur hún strax frá sér. Ekkert lið almennilega að ná taki á þessum pekki. Taugarnar mögulega að segja til sín hér þegar 1 mínúta 36 sekundur eftir þessum leikluta. Staðan 2-1. SR í vil. SR takk uppkastið og það tekið strax í gikkinn en Tómas var við öllu búinn hér. Pökkurinn í horn. Tækling hjá SR. Þeir ná sendingunni upp á blálínu og mista næstu út á en hér tekið í gikkinn og Tómas ver í tvígang. Rebound sem að skoppaði beint fyrir Hákon en Finninn Knái var alltaf til staðar. Mínútu 18 eftir hér og hér hefur einhver hræringur í gerði í línunum hjá björnamönnum síns mér. Gunnar dómari, þjálfari freista þess að nota sína sprækustu menn en æsingurinn varð Sturla ofviða og hann fær á sig mjög augljósan trippingdóm og fær að dúsa í 2 mínútur. Nú eru SR í kjörstöðu til þess að nýta sér þessa yfirtölu og koma gríðarlega sterkir út úr fyrstu lotu. SR vinna aukastið. Kári tekur sér sinn tíma. Sýtur rund á væng. SR þurfa ekki að flýta sér. Þeir ætla sér að búi til pláss. Þeir hóta skotinu. Kári tekur skotið en það framhjá. Aftur tekið í gikkinn en það fyrir beint í legglif. Hektor hendur þessum pekki út
og Bjarnamenn sita hér næsta penalty kinn line-up. Gamalkunnu Úlfar og Falur. Esseringar sita hér djúpt upp á Kára sem hafði ekki tíma til annars en að setja bara djúpt niður. Úlfar sækir hér hart að Esseringum og pökkurinn endar hjá Viktor sem svellkaldur. Kemur honum sem lengst frá marki Bjarnamanna sem hann getur. Esseringar sita hér upp, spil. Gunnlaugur reynir að keyra í gegn. Lendir á mörgum mönnum. Ákveður að stilla upp. Nú er tíminn að renna út og Bjarnamenn ná að halda þessu þangað til í næstu lotu. Og þá er fyrsta leikluta lokið hér á þessari ofurhelgi í Egilshöll. Staðan 2-1 gestunum í vil. Liðin ganga til búningsherbergis og hlakka væntanlega til að fá þrumuræðu frá sínum knáu leiðtogum Mílos og Gunnari. Við hér gestir í höllinni ætlum hins vegar að fara og fá okkur dýrindis chili con carne og komum aftur að 14 mínútum liðnum.
Jæja, verið velkomin aftur að skjánum hér í þessum æsispennandi ísknattleik milli Skautafélags Bjarnarins og Skautafélags Reykjavíkur. Staðan 2-1, gestunum í vil. Önnur lota að fara í gang þegar Sæmi búinn að hrista flautuna sína og við erum komin í gang. Engin vinnur þetta uppkast en Nesjaringar ná stjórna á þessum pekki. Kári siglir hér upp. Esjaringar spila einum fleiri í 35 sekúndur í viðbót. Hér sending frá Sölva sem að deflektast af skauta út og Esjaringar missa hér örlítinn tíma. Bjarnamenn nýta það rými sem þeir fá til þess að setja ferskar lappir inn á. Esjaringar setja pökkinn hér í kring. Kári hefur lítinn tíma til þess að koma honum niður og Hektor fljótur að elta þennan pökk og setja hann eins langt niður og hann getur. Sölvi ber hann inn, setur hann í kring. Kári reynir að snúa menn á sér í horninu en nær ekki. Axel Máni með hann, leitar sendingu, finnur hann og Tómas tekur þetta skot frá að með sýndist Styrmi Mokk. Viðstöðulaus slumma sem að Finnin borðaði og þá eru liðin jöfn og uppkast í varnarsvæði Bjarnarins. Þessi vinnur uppkastið, missi pökkinn út. Pressa frá beinunum, sending aftur niður, hún fer forgörðum, Sturla finnur sinn mann hér en að smá miskilningur. Viktor að leita hér að manni en finnur engan nema þverhornið hinum megin. Æsing dæmt á Björnin. Uppkast í varnarsvæði Bjarnarins. Og Viktor hann með tæpa hreinsun. Sturla setur hann og niður, kannski ekki besta ákvörðunin. Esjaringar ná ekki stjórna þessu. Bjarnamenn reynum kominum út. Þessi var á línunni og út með bláa, segir Sindri. Bjarnamenn fá hér smá tíma til þess að átta sig. Viktor setur hann á Sturla sem ekki alveg aleinn. Hann kemur sér í stöðu og lætur vaða skotið rétt framhjá. Úlfar Falur dansandi hér á baka markið en herðu, þeir skora! Þessi pökkur lekur inn. Ég var alveg handviss það. Jóhann Björgvin hefur búinn að frysta þetta en Björnin fær tilbaka það sem að þeir mistu í fyrstu lotunni. Pökkur sem að með öllu rétti hefði átt að enda bara frystur af markmanni. Í staðinn leðjast inn. Staðan orðin jöfn eftir tæpar 2 mínútur hér í annar lotu. 2-2. Björn vinnur uppkastið. Hilmar keyrir hér í gegn, reynir að snúa þá en að vinna hér með annar hendi, ekki alltaf vanlegt til vinnlings. Esjaringar dömpa niður og hér slæm mistök sem að Tómas fær tilbaka. Þetta var happa þrenna sem hann vann milljón á þarna. Var bara opið net sem að Esjaringar brenndu af en nú ætla þeir ekki að missa þetta tækifæri aftur og hér tvígang eru Esjaringar að brenna af Níels fyrst en Esjaringar ekki alveg að finna taktinn en samt alltaf enda pökkurinn einhvern veginn hjá þeim. Róbert með pressu, reynir að dömpa honum út, virkar ekki en hér enda pökkurinn hjá Níels sem að tekur skotið en Tómas hafði nógan tíma til þess að fara yfir þessi mál og var búinn að koma sér í stöðu. Grípur hennan pökk, uppkast í varnarsvæði Bjarnarins.
Seringar eru hér að Kári spila menn af sér. Haukur tekur skotið en það endar í manni og fer fyrir aftan og hér er eitthvað mikið klúður. Seringar enn og aftur og ná að taka í gikkinn en fór hérna fyrir aftan netið upp á blálínni. Seringar hleypur í skotið, tekur það en það er brent af og Seringar halda það inni. Haukur yfir, leitar að sendingu, finnur hann ekki. Kári aðeins og langt í burtu og hér eru Bjarnamenn að ná að loka þessari fjarlægð hér á milli. Falur á móti. Já, þarna var Gunnsteinn á réttum stað. Vel gert að blokka þetta skot. Seringar sína hér mjög gott spil. Sín á milli þarna var hættuleg sending sem að ef hann hefði farið á kilvuna mögulega náða að leðja inn og skoti gegnum trafík. Það fyrir framhjá. Liggur eitthvað í loftinu hér hjá Seringum. Bjarnamenn þurfa aðeins að gera sig í brók og hér dettur pökkurinn fyrir þá. Hektor keyrir þarna upp en nær bara pekkinum út og uppsker fyrir það skell. Bara það í horninu, upp á bláu. Seringar beint aftur niður og allan hringinn. Haukur mættur til þess að taka við. Missir pekkin og Seringar missa það út. Sturla skíðar hér upp og ætlar sér að vera fyrstur í þessa háu pressu sem hann er. Seringar ná að stjórna þessu út en aftur Sturla mættur en ekki tekst þeim það. Bæði lið skipta. Erfið sending þarna hjá Sölva sem að hinn sérlega nefndi Ríhards nær ekki að taka við og það er dæmd æsing á SR. Uppkast í varnarsvæði Skautadals Reykjavíkur. Björn vinnur uppkasti, Róbert upp á bláu, lætur vaða beint í leggklífar. Nær pekkinum aftur, reyna að senda hann fyrir en það tekst ekki. Úlfar pillar hann upp, Róbert nær honum, þeir stjórna niður í horni. Reyna að finna sendinguna fyrir en það tókst ekki. Úlfar kemur hann með Gostaf, beint á Róbert sem að setur hann viðstöðlust yfir á Jere Vinsinn. Aftur er Róbert með hann, lætur hann fljúga fyrir en þar var enginn með skrín. Aftur lætur Róbert reyna á það að setja hann niður. Æs, kalla Bjarnamenn. Réttilega Seringar hér pinnaði niður í sínu varnarsvæði og Bjarnamenn vilja nota góðs af því. Fyrirliðinn Róbert er hér brjálaður að benda dómaratríóinu á það að maður virðist hafa farið af ís þó svo að það sé æsing. Sæmi og Sindri dómarar ræða sín á milli. Einhver heimsins leyndarmál úr því verður að þessi leikmaður hann kemur ekki aftur inn á. Mögulega er hér með að ræða búningabilun. Hvernig sem það nú er, þá er allavega allir búin að ná að varpa á öndinni í litla stund hér og við höldum áfram. Bjarni vinnur aukastið. Róbert dregur mann í sig, reynar að setja þetta frábærlega framhjá og Úlfar náði að deflekta pekkinum en það fór beint í púðan. Jere setur hann djúpt, lendur á SR kilvu, einhver barningur, Róbert setur hann niður og Úlfar nánast búinn að ná hendi á pökkinn þarna. Seringar enn að reyna að koma honum út. Koma pökkinum út og Heiðar hér með stjórn en missi pökkinn. Og hér eru Bjarnamenn nánast búnir að komast í gegn en Jóhann náði þessum pökki. Úlfar hér niður í horni. Hilmar hefur stjórn, leitar að sendingu niður í horn. Sér Úlfar en ákveður að taka fal. Róbert hér í góðri stöðu, lætur vaða en þessi pökkur finnur ekki í kilvu. Hún finnur bara battan. Hér
Sæmi dómari að dæma slashing á Heiðar. Hann 18 hjá SR, hann hefur gerst brotlegur einhvern barning og Bjarnarmenn kampa kátir með það að fá að spila einu fleiri í 2 mínútur. Þeir velja uppkast vinstra megin og nú fá að sjá hvort þeim verið kápan úr því klæðinu. Bjarnarmenn vinna þetta uppkast en henda honum svo bara beinustu leið aftur í sitt varnarsvæði. Jere setur hann á Róbert. Björnin yfirvegaðir. Hilmar bað þennan pökk en kom hann ekki út og nú eitthvað klúður í gangi. Já, Jere staðfastur þarna fyrir, sá að SN-ingar myndi reyna eitthvað þarna. Þetta frábær sending hjá Jere þvert yfir svellið en það var maður í erfiðri stöðu þar. SN-ingar ná hendi á pökkinn og þessi flygur alla leið niður. Bæði lið skipta. Jere sér liðsfélag sinn sem að þetta var illa tímasett sending og Bjarnarmenn komnir í skrýtna stöðu hér. Hér Freyr og Bergþór að reyna sitt besta. SN-ingar segja bara takk fyrir að leyfa þessa pressu og taka á þeim allan þann tíma sem þeir hafa. Bergþór keyrir hann inn. SN-ingar ná valdi á þessu. Sölvi með glæsilega setningu sem að fór hér næstum því gegn og Níels jafnfljótur Bergþór tilbaka svo að Tómas sér þann kost bestan að frista þetta bara. 42 sekúndur eftir að þessu powerplay. Kári hér að gefa sínum mönnum fyrirskipanir. Ætla sér greinilega stóru hluti þó að þeir séu einum færri. Þarna voru þeir plataðir af Sindra. Og Sindri nýtir tækifærið og segir öllum til. SN-ingar vinna þetta, frýtt, Hákon, lætur vaða. Frábær deflection hér hjá SN-ingum en rataði ekki inn. Hér eru SN-ingar algjörlega að spæna upp tíman hjá Bjarnarmönnum en Róbert gefur hann að Jere sem siglir hér í gegnum miðsvæðið og freistar þess að stilla upp. Minkar SN-ingar niður í lítinn punkt en þeir næstum því búnir að hér eitthvað ruglingur hjá Bjarnarmönnum. Þeir gefa SN-ingar tækifæri á að komast aftur inn í þetta. Jere setur hann í gegn. Beint á markmann og það er varið. Viktor þarna með eilítið seinan slátt þarna í átt að pekkinum. Mætti túlka sem fúlmennaverk en við látum hann njóta af avans. Uppkast í varnarsvæði SR. Bjarni vinnur. Pétur yfir á miðuna. Setur hann í gegn og hér bara var hann orðinn of laus. Falur stýrir hann niður í hornið en Guðmundur ekki nógu fljótur að fatta þetta. Gunnsteinn pressar á sinn mann. Barningur fyrir aftan. Björnin setja hann upp. Pétur reynir að setja hann niður en það bara beint á Kilvu. Hér eru SN-ingar með lélega hreinsun sem að enda beint hjá Bjarnarmönnum og Falur dömpa niður. SN-ingar leysa ágætlega úr þessu og hér kemur Gunnlaugur. Reynir að finna Heiðar en hann finnur bara Sturlu og hann setur hann beint á sína menn. Hér eins og það er Sturla að snúa sig við í miðju svíi. Pétur með engan mann þar sem Bjarnarmenn eru að skipta og hann sér þann kost bestan bara að setja hann djúpt niður.
SN-ingar stjórna, en Hector er hér öflugur. Sturla Snorrason með frábært færi og skot hér af stuttu færi, en hittir þráðbeint í skotmarkið á miðri bringunni. Stimpingar fyrir fram að markið, en ekkert sem að tekur því að tala um. Sindri að lesa mönnum pistilinn hér. Uppkast í varnarsvæði. SR Sturla er hér frábær stöð til að taka viðstöðulaust skot, en það klúðrast. Það er hugurinn sem gildir. Við bíðum spennt eftir að sjá næsta færi frá honum. Pétur, við góða stjórn. Búinn að taka hér með sig marga menn, býr til smá svæði fyrir Jón Albert sem að missi pökkinn, en barðanir í hóðunum. SN-ingar stjórna. Finnur hér glæsilega sendingu á Sölva, aðeins of langt í burtu, en hér er léleg ákvörðun sem að verður nánast til þess að Bjarnamenn fá þessu skot, en Jeri, Finnur Sturla, hann fer inn og hann skorar! Þarna kom það! Sturla Snær Snorrason sýnir það svart á hvítu að hann hefur engu gleymt. Á hér stórglæsilegt skot úr hæslottinu eftir undirbúning frá Jere. Skotið að mér sýndist af markmanni og inn. Slíkt er ekki óþekkt, það kemur fyrir endurum og sinnum. En Bjarnamenn komnir í yfirstöðu hér. 3-2, bitinum í vil. SR vinna uppkastið og ætla ekki að láta þetta verða endalokin hér í kvöld. Bjarnamenn eru fullir eldmóð. Hilmar og Róbert spila þessu sín á milli og Hilmar kemur þessu tjúpt niður, en þar er SR með sína varnarmenn. Þeir setja hér upp í langa sendingu sem að klúðrast og í ljósi þess að reyna að láta leikinn fljóta, þá skilja SN-ingar bara pökkinn eftir fyrir Bjarnamenn, en það er sami miskilningur sem á þessum stað hinum megin, og nú koma SN-ingar að 2 menn í Níels sýnist mér, og Sæmi dæmir hér. Hann dæmir hér tripping á Björnin. Ekki sá mínu öldruðu augu nákvæmlega að þetta hafi átt sér stað, en það er ekki af því að dæma. Það er leikmann 92 Gabriel Eilsson sem að fær að dúsa í 2 mínútur. SN-ingar uppskáru þetta eftir hafa keyrt fullt gas og eru ánægðir með það að fá yfirspil úr þessu. SN-ingar stilla upp. Kári styrmir, leitar að sendingu, kóstar inn, reyna að setja pökkinn hérna á ísnum og inn, en finnur ekki leinið. Hér kemur skot, hins vegar frá Kára sem að fer rétt fram hjá. Grunn upp á styrmi, niður í hotn, mokkar inn, aftur niður, Kári viðstöðulaust, og Sölvi náði skotinu, en ekki nóg fast og ekki réttan stað. Hector lætur plata sig þarna. SN-ingar. Kári á styrmi, niður á Níels, og þarna var ekki nóg góð sending, og Viktor með glæsilega langmögun hér sem að kemur pekkinum út, og SN-ingar neyðast til þess að setja þetta niður í hotn, en þeir eru búinir að ná stjórn aftur og stilla upp. Heiðar upp á blálínuna, skot niður, þarna hitti það einhvern í bringuna og hefði getað verið hættulegt, en Bjarnamenn ekki að ná að hreinsa þennan pökk út þegar þeir ná að henda á hann. Hér er
Níels að spóla sig inn í slottið og hikar ekki við það að þetta er Hákon afsakið sem að hikar ekki við það að smyrja þessum upp í skeytina. Æsi spennandi leikur hjá okkur og staðan enn að nýju, jöfn 3-3. Hér er mikið gólað inn á þegar það var einhver misskilningur hvaða Bjarnamaður átti að fara í þessa skiptingu. Haukur skautar inn fyrir SR, dömpar hann niður. Heiða mættur, pikkar hann upp, sendingin hittir ekki. Úlfar nær honum fyrir Björnin. En með rými, tekur sér tíma, ákveður að fara sjálfur. Dregur menn í svo hér sending yfir sem að Hilmar rétt svo náði ekki. Jere á Hilmar, niður í horni. Reynir að snúa mann af sér. Tekst ekki alveg, missir pökki frá sér. Úlfar reyndi líka að tegja sig hann en misti hann frá sér. Hér er Hákon, ferskur eftir markið sitt. Það voru Bjarnamenn 2-2, lætur vaða, sníki skot hér. Með pökkin frá þetta markin en hittir ekki ánægð mann. SR-ingar vilja bara fá smá tíma til þess að skipta og Níels setur hann laust í átt að Bjarnasvæðinu. Róbert leitar að spili, finnir hér sinn mann Gunnstein. Nær honum fyrir en pökkurinn skoppa niður í hornið. Falur í baráttunni. SR-ingar uppskera pökk. Öflug pressa hér hjá Bjarnamönnum. Og það er samstöð á miðinni og Bjarnamenn á þessum pekki. Ákveða að dömpa þessu niður í hornið. Spila bara örugt SR-ingar. Styrnum Mokk ber hann glæsilega í gegnum miðina. SR-ingar að reyna að koma þessu fyrir en það eru tveir menn sem mæta nú hér dettur Hjálmur af og hér ætti að stöðva leik. En SR-ingar halda áfram að spila. Ég veit ekki alveg af hverju það er ekki flautað í flautu en það er eins og það er. Maður skilur ekki alltaf allt. Mjög undarlegt eitthvað klúður hér. SR vilja meina að það hefur verið 6 menn á ísnum. Ég hugsa að það hafi ekki verið nógu lengi til þess að hafa áhrif á leikinn en Sæmi og Sindri þurfa sennilega og Guðlaug að ráða ráðum sínum. Það eru miklar samræður sem eiga sér stað vítt og breitt ísinn. Viggo Hlynsson blandar sig líka í þær umræður. Fær ordrur frá Sæma. Hjálmurinn týndi radarloksins á réttan stað. Til þess sem hér er skráður á blaði Bergþór. Upp úr öllu þessu verður ekkert annað en áfram gakk. Það er uppkast í varnarsvæði Bjarnarins. Mönnum að fara að hitta í hamsi hér í stúkunni sögum þess að Bjarnamenn voru of margir en það kemur nú ekki að sök þegar leikurinn er ekki í gangi. Nú er gerð dauðaleit hér að einhverju á ísnum. Hvað það er skal ég ekki segja. Sindri er honum sáttur og hér er uppkast í varnarsvæði Bjarnarins. SR vinna upp á bláu, beint yfir. Hilmar til varnar og þessi pökkur leitar beint á Kylfu en það Róbert náði að
fara fyrir það skot. Hilmar út á Fall. Aftur á Hilmar. Dömpast niður í horn. Hann setur hann beint á markið. En þeir ná ekki að taka stjórn á þessu og þessi pökkur ratar út. Jeri og Róbert fara tilbaka og hérna Jeri með ákvörðun sem að, verðist að vera svo rétta vegna þess að Úlfar náði að bóta hann út. Hann hér, lætur vaða en frá óheppilegu sjónarhorni og pökkurinn því komin beint aftur. Hér Róbert með rosalega sendingu alla leið úr sínu horni yfir á Fall hinum megin og hann reynir að lyfta honum yfir á mann fyrir fram markið en enn og aftur snýst leikur við og hér eru SR-ingar komnir í sókn. Gunnlaugur snýr af sér mann, snýr af sér annan. Daniel tekur hér skotið en Tómas sér við því. Uppkast í varnarsvæði Bjarnareins. SR vinna. Sölvi leitar að línu. Fömbla pekkinum þarna. Kári reynir að snúa mann af sér þarna í horninu en pökkurinn dettur af killun hans. Þá koma Bjarnamenn. Kristján Hróar. Finnur ekki sinn mann. Hér Styrmir Mokk og annar maður að sleppa í gegn og þeir spila sín á milli en þeir hitta ekki á markið þegar skotið er tekið. Tómas og vörn Bjarnareins ekki laust við að vera heppinn þarna. Glæsilega að spila hjá SR en slútið ekki nóg gott. Þetta látið spilast og ekki dæsing. Daniel dömpar niður. Tómas tekur bara stjórn og ákveður að frysta. Uppkast sem Bjarnamenn vinna en þó með herkjum og bara þetta á blálínu hjá SR og hér sleppur Hektor í gegn en hvað hér að eiga sér stað? Hér umdeild rangstaða dæmd. Sindri ekki neinum vafa það að hann vill hafa þetta rangstöðu. Bjarnamenn ásóttir. SR-ingar að láta sér þetta vel linda. Uppkasti á miðinni. Bjarni vinn. Jón Albert. Tekur pakkinn inn. Ágættur stöður. Reynir að setja hann fyrir en hittir SR-ing. Viktor tekur pakkinn niður. SR-ingar reyna að dömpa hann út en finna þar bara Bjarnamann á blálinni. Hér pakkurinn hins vegar kominn niður í horn og SR-ingar kominn með fulla stjórn. Þeir reyna að setja hann inn á miðju og smell hitta þar góða sendingu. Þar hins vegar tengir ekki svo seinasta inn í sónið og bara þetta í horninu. Hektor í vandræðum en SR-ingar með pökkinn og hér gerist Viktor brotlegur. Ævar fellur við eftir samstöð við Viktor og Viktor uppsker 2 mínútna brottvísun fyrir tripping. SR-ingar í yfirtölu í 2 mínútur. 2 mínútur og 42 eftir þessari lotu og Skautafélag Reykjavíkur í kjörtækifæri hér til þess að koma sér í góða stöðu fyrir seinustu lotu. SR-ingar vinna. Kári finnur línu en finnur ekki pökkinn og næður hann bara aftur og stillir þó upp. Hér reynir Styrmir viðstöðuleg skot en ekki á nógu góðum stað. SR-ingar ná að skjóta hér en það fer af varnarmanni. Níels. Marga opsjóna. Þeir SR-ingar að reyna að setja hann þarna í þversendingu en
Það tekst ekki, Hilmar nær ekki pekkinum út. Níels finnur Kára sem skýtur viðstöðulaust og Tómas sér við þessu. Vinna vel fyrir sín kaupi í kvöld. Markmaður Bjarnarins. Þetta menn ná þessu uppkasti en pökkurinn ekki nógu langt út. Bara upp á blálínu. Níels niður í horn. Sölvi reynir að finna Kára þar í viðstöðulausu en hann driblar niður. Hér er Níels, hann ætlar að láta vaða en setur hann beint yfir á Styrmi sem að nær ekki að taka í gikkinn. Þessi pökkur upp á bláu en Kári þar driblar hann niður með fætinum. Barningur en SR að nota sína yfirtölu mjög vel. Níels tekur bara skotið og Tómas verður að verja með blokkandum. Frákastið hins vegar fyrir aftan og hér er Kári Árnason að missa þennan pökk út úr bláu. Við fáum rangstöðu dæmda og skiptingar upp á liðum. 45 sekúndur eftir af þessari yfirtölu. Bjarnamenn vinna. Jeri veit að hann hefur nægan tíma, notar hann eins mikið hann getur og setur hann bara beint yfir. Falur Úlfar, háa pressu. Esseningar með greinilega vel æft uppspil hér en Úlfar sér við Ævari og hér er Úlfar að spóla sig niður í horn. Ætlar ekki að gera þetta auðvelt fyrir þá bláklæddu. Ber hér skiptingu, búið með gasið. Heiðarlegt effort. Falur. Gunnlaugur kemst framhjá en Hektor nær að pota í pökkinn. Heiðar yfir á Ævar. Ævar tekur skotið og það fer framhjá hann. Heiðar mættur til þess að taka frákastið. Það hins vegar er frá kjannalegu sjónórandi þannig að ekkert verður úr því. Hér er Viktor hins vegar mættur 1-1. Og hann er með menn með sér, hann hittar ekki pökkinn, nær ekki sendingunni. Freistar þess að stilla upp í staðinn. Róbert aftur niður á Viktor sem að kemur honum á Hektor. Hann leitar að sendingu, sér hann hér yfir Jere. 2 menn til varnar. Skotið en það beint af Viktori. Hektor Logi heldur þessu lifandi. Viktor notar alla sína þyngd til þess að vinna þennan pökk og hér er Hektor með pökkinn en lætur bara vaða beint í bumbuna á honum. Einhver upplaust hér í varnarsvæði SR og þar með rennur tíminn niður. Geysi spennandi loka mínútur hér í þessum öðrum leikluta og prýðilegur leikluti sem hann var. Staðan jöfn á honum loknum 3-3. Þá halda liðin til búningsherbergis og við komum aftur í loka leikluta.
Já, við erum komin aftur og erum að fara að upplifa hér loka lotu í leik Skautafélags Reykjavíkur og Skautafélags Bjarnarins í Egilshöll. Hnífjafnt 3-3. Það er chili con carne í pottinum, það er kaffi á könnunni, það eru kjöraðstæður hér í Egilshöll. Hvet alla til þess að koma hér á ofurhelgina á morgun og hinn og upplifa íshokkí beint í æð. Henda einu brakandi shoutout á meðlýsenda minn Mattias Skjöld sem komst ekki í kvöld. Hann er að spila rafíþróttir. En við erum komin í gang og SR sækir hér hart niður í horn Bjarnarins. Snúa þetta af sér. Haukur setur hann fyrir og wow, þetta var örlítið hátt og varinn er í horn. Bjarnarmenn vil ekki sjá þetta hjá sér og íta þessu út en það er æsing. Æseringar gera hér einhverjar örfáar skiptingar en Bjarnarmenn þurfa að dúsa inn á. Uppkastið eitthvað klúðrast. Björnin reymar þessum pekki, reynir að koma út. Sölvi sér við þessu. Hektor í baráttunni við Sölva. Það er klast upp í glerið en hér er Axel Máni að spóla sig út úr þessari biðu og leðjar einum lúðri smiran hér út í fjarstöngina og kemur SR yfir á fyrstu mínútu loka lotu hér. Staðan 4-3 SR í vil. Alex Máni stendur hér á blaðinu. Ég vona að ég sé að fara með rétt mál. Björnin vinnur hér uppkastið og þeir ætla ekki að láta þetta verða loka orðið hér. Úlfar í baráttunni vinnur pökkinn og þarna vantaði sendingu upp á vörnina og SR-ingar koma hér 4-3 en eru einum of ákvæðir og það er dæmd rangstaða. Björnin vinnur uppkastið. Leita að sendingu en þetta er lítið klúðuslegt fyrir hann fram hjá sínum eigin manni. Gunnsteinn reynir hann hápressu og hér er Falur að fá sig high sticking og það endar hjá SR-ingum þannig að það er ekki dæmt á það og þeir hlaða í skotið og hér er allt hrunið í vörninni hjá Bjarnamönnum. 1,5 mínúta liðin og SR komið 2 mörkum yfir. Skot hér frá blálínni sem að fer í gegn en strax kominn maður að taka frákastið. Auðvelt slút hjá SR-ingum og Bjarnamenn komnir í vandræði. Gunnar safnar hér sínum mönnum saman og er að lesa hér yfir þeim, stelur nokkrum sekúndum og svo er kallað eftir leikhlé. Heyrist hér eldræða Gunnars þjálfara alla leið upp í stúku og það er bara eitt sem hann hefur að segja við sína menn og það er geri betur. Nú þarf ekki að eyða
fleiri orðum í það. Bjarnamenn ekki alveg nógu vel komnir í gang hér. SR-ingar heldur betur snöggir að nýta sér syfjuna. Þeir búin að fara yfir sín mál og við byrjum á miðunni. Sindri vill ekki sjá menn inn í hringnum. SR-ingar taka uppkastið. Hector stýrir þessu út og kemst inn í sendinguna en hún lúðrast einhvern veginn yfir og SR-ingar setja hérna niður í hornið. Bjarnamenn ná þessu. Hector ber pökkinu. Kemur hann á Freyr sem að með barningi setur hann inn í varnarsvæði SR. Hector Aleinn gegn þremur. Freyr lætur vaða en það endaði hvergi. Þá er það Sturla Snorrason. Kemur honum þarna, þetta var klárlega það sem hann ætlaði að gera allan tíman á sinn mann Viktor sem að fer gegn Sölva. Hann hendur hann niður í horn en Bjarnamaður Freyr nær því. Eltir SR stjórnar pekkinum. Sölvi reynir að setja hann fyrir. Hér eru SR komnir með biðdóm og eru komnir með yfirtölu hérna í varnarsvæði Bjarnarins. Þetta gæti orðið hættulegt. Þeir missa hann út hins vegar og það verður áhugavert að sjá hvað Bjarnarmenn gera. Hvort þeir ætla að reyna að þvinga mistök eða hvað. Íslendingar með nægan tíma og rými. Gunnlaugur ber hann yfir blálínuna, reynir að finna þversendingu en það fyrir gegnum trafík. SR-ingar stjórna upp á bláu. Finna sendingu en hún er offöst, skoppar í burtu. Hörð pressa hér hjá Bjarnamönnum en Hákon sér við þeim. Finnur Gunnlaug sem að reynir sendingu á Alex Mána en hann missir pökkinn og þá loksins að lokum kemur snerting frá Bjarnamönnum og dómur upp á 2 mínútur. Hooking er dæmt. Það er Freyr Våge sem að færa dúsa í 2 mínútur. Ekki óskabyrjun á þessum leikhluta hjá Bjarnamönnum. Yfirtala hjá SR-ingum í 2 mínútur. Kári rólegur upp á bláu. Leitar að línu, finnir sendingu. Alex Kára styrmir. Missir sendinguna en spóla sig niður í horni. Hér eru Bjarnamennins er að ná pekkinum. Falur hefði betur sett hennan bara út en hann kemst út að lokum og enginn veit hvar pökkurinn er nema við í stúkunni. Skipting hjá byrninum. Eldfljótur Kári kemur hér fram hjá 2 Bjarnamönnum en er keyrður í vegginn á lokum. SR-ingar klúrast hér í sendingum og þeir að stilla upp aftur. Hilmar, háa pressu. Níels notar hraðan vel og Hilmar klarar hér check en pökkurinn hinum einn. Kári yfir. Spila sig inn en skoti lendar hvergi nema í Túmasi hér og það er Bartingur og Úlli hefði getað spilað þessum út en ákveður að senda hann Viktor sem að siglir hér eins og stolt fley alla leið inn í varnarsvæði SR. Bjarnamenn einum færri en eru með öfluga pressu. Hér er dæmt æsing á SR þar sem að pressan var þeim ofviða. Nú hins vegar fá SR-ingar tíma til þess að ráða ráðum sínum og stilla upp í venjulegt leikkerfi. Bjarnamenn ennþá 4 en eldmóðurinn í þeim er slíkur að þeir alltaf stilla þeir upp í skot.
Falur nær ekki þessum pökki. Kári keyrir hann upp. Missir pökkinu blái, nær hann aftur. Dömpa niður í horn. Tómas sendir hann upp á væng. Þar var Gunnlaugur búinn að ná til hans. Jere missir pökkinn hér fyrir aftan markið. Hector á móti. Hér SR reyna þversendingu en það tekst ekki. Bjarnamenn Róbert Pálsson að senda pökkinn hér alla leið yfir leið og refsingin rennur út. Bæði lið spila fullt skipið. SR að reyna hér metnaðarfulla sendingu gegnum allt. Pökkurinn endar niður í horninu og SR-ingar fljótar til. Hér sending sem að rataði á andstæðing. Úlfar ber pökkinn upp. Hann var með Sturla með sér en náði ekki að senda á hann. Hér hins vegar dæmd rangstaða og þá félaga. Hvort sem eitthvað til í því skal ég ekki segja. Uppkast í miðjusvæði. Björninn vinnur. Sturla nær ekki komast í gegn. Kristján Hróar móti Styrmi. Alex Máni droppar hann hér glæsilega en Kári nær ekki að taka í gikkinn. Haukur yfir á Daniel sem að tekur skotið en það endar í varnarmanni og hér fer pökkurinn alla leið í gegn og það virðist vera einhvers konar sprell á vísnum. Tveggja manna leikrit að eiga sér stað milli andstæðinga, hvorki meira en minna. Uppkast í varnarsvæði Bjarnarins. Sindri sér til þess að enginn komi inn í hringinn hans. SR vinna, reyna að taka í gikkinn en það hirturæðin pökkurinn. Hilmar með Freyr með sér sem fær hann aftur og Hilmar og hann skorar hér glæsilega. Býr til þetta mark algjörlega upp á sitt einstæmi en fær þó heiðarlega hjálp frá sínum traustavinni Gabriel Egilssyni sem ég held að hefði verið Freyr Voga en það var ekki svo. Hilmar að stíga hér upp á ögurstundu fyrir Bjarnamenn. Þetta var mark sem að þeim sárlega vantaði. 5-4 staðan fyrir SR, 13 mínútur eftir. Björni vinnur uppkast. Jere. Dregur mann með sér. Leysir á Róbert. Hann ætlar að reyna hér langa sendingu sem að fer í Bjarnamenn en þeir segja að spila dómararnir og Bjarnamenn meira nánar að gera það. Sending á engan. Heiðar gegn Jere. Pökkurinn fyrir markið en ekki á neina kilvu. SR-ingar reyna að spila á niður í hotnið. Hann missir Max. Hér Jere með fría sendingu. Ekki með gasi til þess að keyra yfir þannig að hann ákveður að lobba honum hér. Ákveðin mistök myndi sumir segja en hér ná SR-ingar ekki að drífa á markið. Bæði lið ekki algjörlega samstillt í þessari skiptingu en Hákon tekur þá af skarið fyrir SR og hér berst pökkurinn inn í miðjuna og svo rakleiðis aftur inn í varnarsvæði SR. SR-ingar enn og aftur reyna uppspil en Sturla Snorrason ítir Hauki hér hins vegar einfaldlega í jörðina og hér Haukur að brjóta af sér á aulalegasta hátt sem að sögur fara af og uppsker fyrir það yfirtölu. Sturla Snorrason hinn ógnarsterki að búa til glæsilegt tækifæri fyrir Bjarnamenn
og hann með skota marki hér og enn eru Bjarnamenn í yfirtölu. Viktor hefur hér mann með sér hægra megin en ákveður að fara niður í horn og þá fá S-inningar snertingu og við fáum dóm á Hauk. Hann var óánægður með það að vera sýnt harðhent framkoma af Sturlu og fær á sig 2 mínútur fyrir interference að mér sýndist. Nú eru Bjarnamenn í góðri stöðu til þess að hleypa alvöru lífi í þennan leik og jafna metin. Yfir með ykkur segir Sæmi, uppkastið þarna megin. Bjarnamenn ná ekki í þessu og það eldfljótur Alex Máni sem náði nánast að spóla sig í gegn hér en hér eru Bjarnamenn hins vegar komnir með stjórn. Róbert kemur hann yfir á Hilmar. Hilmar leyfir leiknum að spilast. Róbert róar þetta niður. Finnur Hilmar, aftur Róbert, aftur á Hilmar. Þetta verður klúðuslegt. Þarna eru SR komin í 2-1. Róbert tekur glæsilega mögun og það stöngin út skoti frá Alex Mána að mér sýndist. En hér eru Bjarnamenn komnir heldur betur í yfirtölu. Úlli nýtir sér ekki liðstyrkinn sem hann hefur með sér heldur tekur skotið. Það fer niður í horn, það sem við berjumst nú. Og þessi pökkur fer út af vellinum og við stoppum leikinn. Ein mínúta og 12 sekúndur eftir af yfirtölu Bjarnamanna. Bjarnin vinnur uppkastið. Hektor. Finnur Jón Albert sendingin örlítið of föst en Bjarnamenn vandrast þarna. S-ringar ná að komast út. Þá það Níels gegn Hektor. Tekur skotið, Tómas nær að fara fyrir þetta. S-ringar beittir hér þrátt fyrir að vera einu færri. Ein mistök hjá Bjarnamönnum í sóknarsvæðinu allt sem þarf. Sindri par ósattur með uppsetningunni hjá mönnunum en S-ringar hér með glæsilegt viðstöðulust skot af, hér eru steinpíkar og einhver að missa sig hér, sé ekki að það sé hendi á lofti, mögulega verður enginn dómur úr þessu. Það jú, dómur á þannig hér á blaði nefndur Bergþór Ágústsson. Hann fær 2 mínútna brottvísun fyrir roughing. Liðin spila þá jöfn núna í 50 sekúndur þar sem af refsitíma S-ringa og SR þá í yfirtölu í mínútu og 10 sekúndur. Þangað til 4-4 og nægt rými á ísnum. Taugarnar að ná til manna hér í þessum fyrsta leik mótsins. Steinpíkar, S-ringar komin út úr hótinu og hér Níels með hættulegt bakhandaskot en þessi pökkur ratar út. Sölvi náði ekki að stjórna þessu. Jere á eftir þeim. 4-4 hockey alltaf.
ákveðið mikið skaut. SR-ingar stjórna pekkinum, reyna þversetningu en hún fer upp í lofti og niður í horn. Robert leysir pressuna, Jere leitar hér að einhverjum en enginn hjá bindinu virðist sína í sérstakann áhuga að byggja upp hraða. Gefur hann á Viktor. Hann finnur Hector. Hector mútið þremur. Falur á Hector og hann nær að taka skotið en Jóhann sá við honum þarna. Kári fer þarna listilega framhjá sjálfum sér og öðrum. Ber hann alla leið upp og tekur skotið, lætur vaða. Það fer í slána og út og hér er verið að stöðva leikinn. Markið losnaði af. Svo fast var skotið frá Kára. Siglir hér dómari inn á með borvél. Það hefur leik. 35 sekúndur eftir refsitíma Bjarnamanna hér. Og SR-ingar með klaufalega sendingu þarna sem ratar alla leið tilbaka. Tengja sendinguna Úlfar Falur í hárri pressu og Úlfar nær þarna búa til smá pláss og er að vandrast með pekkina fyrir aftan mörkið. En að eyða tíma alveg á glæsilega máta nær hins vegar ekki að búa til neitt úr þessu. Þetta var það hefði getað verið eitthvað. SR-ingar búa til gott færi hér. Kári tekur skotið en það rata beint í púðan. Þá eru Bjarnamenn komnir í fulla tölu og SR-ingar með stórætlegt færi og pökkurinn endar hér undir Túmasi í bláa svæðinu og enn er mönnum heitt í hamsi. Það verða fleiri og fleiri stimpingar hér eftir því sem á liður leiks. Átta mínútur eftir af þessum leik. SR-ingar taka uppkastið. Þeir reyna að slæta hann niður en Kilvan fer í tvennt og pökkurinn ekki nógu fastur. Bjarnamenn með pressu í horninu en SR-ingar ná að hreinsa upp. Hákon fer inn á miðju, lætur vara og þetta fer í Bjarnamenn sem missir hann frá sér og það fer beint í skot en það er fyrir aftan markið. Guðmundur reynir að koma út hér en SR-ingar ná honum. Þá er það Róbert Pálsson með stjórnarbekkinu fyrir aftan. Hann er með Jere með sér en þeir eru kjánalega nálægt hvor öðrum og hér missaði stjórnarbekkinum. Hilmar þarf að gera eitthvað sniðugt. Hann keyrir hins vegar bara yfir mann hér á miðjunni og lætur gott heita. Bjarnin og SR-ingar taka skiptingu en þá eru óþægileg kylfubrot hér fyrir á ísnum. Þeir verða tekin í næsta stoppi skulum við vona. SR-ingar hér að reyna einhverja langa sendingu og hún klúðrast í gegn og hér er SR-ingar stórhættulegt færi og Styrmir Mokk er að smurja þessu upp í skeytin. Koma SR-ingum í góða stöðu fyrir lokasprettin hér í þessum leik. Nú eru góð ráð dýr fyrir heimamenn í þessum leik. 2 undir og 7 mínútur eftir. Það hefur sést betra.
en það þarf að spila alla leiki. Uppkast á miðjunni. Hessingar taka bara létt touch inn hér. Viktor nætir Pökkarins fyrst. Kemur með Hector en snertingin ekki á vinnveittan. Vinnur hann hér tilbaka en það snýst svo í höndunum aðeim báðum. Hessingar hér að nýta sér lengdina á svellinu og hér fær Kári frábær sendingu frá Alex Mána en nær ekki að stjórna honum. Bjarnamenn með stjórn, Viktor leitar samherja, finnur hér Sturla Snorrason en það hún verður ekki kápan úr því. Hér er Kári enn og aftur að eiga skot að marki og Jón Albert að þér virðist ætlar að láta hann kenna á því. Léttar stimpingar hér en óvíst hvort að Sæmi dómari ætlar að þeyta flautuna. Líndómarinn gerir sitt besta til þess að hafa heimil á þessum trítilóðu mönnum. Engin dómur að þessu sinni. Uppkast í varnarsvæði Bjarnarins. Hessingar ná þessu uppkasti og lokum. Senda hér bara pökkinn inn en það lendir í Úlfari sem að finnur samherja en pökkurinn ekki alveg að rata út. Ég tekur hér stjórn, ákveður að taka rás, ber hann alla leið, sjálfur, hefur Hilmar. Reynir sendingu en Hessingar komast inn í hana, Barningur í horninu. Hilmar reyna að pilla pökkinn hér af en það tekst ekki. Góð tækling hér hjá Bjarnamönnum. Úlfar sendir hann á Hilmar en hann missir hann strax. Pökkurinn ennþá inni. Hessingar með stjórn en þarna hér kemur Ævar á hvínandi siglingu. Ekki tókst það. Hér er hins vegar illa lukkuð sending sem endar þó á endanum í vinveitum höndum. Róbert reynir að bakhandan þarna á samherja. Hér er Björn að berja pökkinn inn í svæði SR og Falur eltir. Klúðuslegt í þessum mönnum. Falur hirðir þennan pökk. Finnum hann. Gunnsteinn. Og Gunnsteinn er að skora hér! Glæsilegt mark! Eftir skot sem að í fyrstu virtist ekki lofa góðu en hann lék á okkur öll og markmanninn hjá SR svo sannarlega. Fjölnir óvænt aftur komið hér í seilingarfjarlægð frá jöfnun. Tæpa 5 mínútur eftir. Þetta var ákveðin heppnisbragur. Pökkurinn skoppandi og hoppandi milli manna inn í svæði og svo illa lukkað skot sem að hitta á réttan stað. Bjarnamenn taka þessu fagnandi. 5-6 staðan, SR í vil. SR stjórna, senda tilbaka. Æft uppspil, Kári á Hákon, sendur hann fyrir og hér er glæsilegt skot sem að Alex Mann tekur en það hittir ekki á markið. Kári leiðir sína menn og fer hér mikinn upp á bláu. Bjarnamenn reyna að koma honum út en það tekst ekki. Alltaf er mættur skautafélagsmaður til þess að heyrða pökkinn. Styrmir á Kára, tekur skotið en það er varið. Hér byrja stimpingar og við fáum að sjá hvað verður því.
eftir liggur einhver, vonandi ekki særður. Kári er hér hjálmlaus og er að fara með litla ræðu fyrir aftan markið. Óvíst hvað Sæmi dómari ákveður að gera. Ég sé að Falur er leiddur í boxið sem að þýðir að líkindum aðeins eitt og það er 2 vinda brottvísun á Björnin og yfirtala fyrir SR næstu 2 mínúturnar. Eða hvað? Kári Árnason virðist hafa fengið 2 vinda brottvísun líka fyrir crosschecking og Falur fekk dóm fyrir roughing. Sæmi dómari segir 5 og 5. Þessi brot voru ekki í leiktíma. Hér er eins og búið að setja þau upp á töflu, ég veit ekki alveg hvað það á því það, mögulega til skrauts bara. Hér hefur skapast dýrindistækifæri til þess að skreppa í sókna og ná sér í góðgæti. Þar sem að einhvers konar skriffinska virðist vera í fullum gangi. Samtala eiga sér stað milli kaftina, dómara, starfsmanna í boxi. Úr þessum málum virðist vera að skýrast. Sé hér að dómur Bjarnamanna er ekki upp á töflu og það er kurr úr röðum SR-inga sem að gefur mér til kynna að Bjarnamenn verði í yfirtölu og SR-ingar einum færri næstu 2 mínúturnar en þó með Fal Guðnason í boxinu sem kemur að öllu líkindum inn að 2 mínútum og 1 stoppi liðnu. Sé ekki betur en ég sé sannspár til 5 Bjarnamenn á hausnum og 4 SR-inga. Já, út af þessu öllu saman verðist það að skapast kjörutækifæri fyrir Bjarnamenn til þess að jafna þennan leik.
og þeir væntanlega þykja það með þökkum. Yfirtala í 2 mínútur og uppkast í Martans og ESR. Björni vinnur þetta uppkast með herkjum en er auðvitað að stjórna. Já, hvað? Viktor snýr hér af sér menn og tekur rólega, siglir hér rólega inn í svæði. Jere stillir upp, finnir Viktor en hann missir pökkinn. SR-ingar ætla sér að halda í þennan pökk og þessi stig. Skoti hér af löngu færi. Skoppar á Tómas en hann sér við því. Bjarnamenn taka uppspill, droppa pekkinum. Róbert droppar honum aftur og hér klúðrast allt sem þeir eru að gera og Alex Máni nær pekkinum og tekur slappskot af mjög stuttu færi sem að Tómas nær að verja. Þar munaði gríðarlega mjóu og hér siglir pökkurinn í gegnum allar stangir og pípur sem eru í loftinu og óareittur inn í Bjarnasvæðið. Róbert reynir að finna upp stillingu. Freyr missir pökkinn í miðunni og enn og aftur eru Bjarnamenn að reyna að spila upp. Bergþór ber pökkinn. Þessar ekki alveg tilbúnir. Býr til svæði. Byrjar spil. Jón Albert á Úlfar. Úlfar siglir inn sjálfur. Tekur skotið og það er bara í hanskan hjá Jóhanni. Bjarnamenn ná ekki að halda þessu úti og hér virðist alltaf að sjóða upp úr í höllinni. SR-ingar óánægðir með einhvers konar uppákomu. Virðist vera mönnum sér gríðarlega heitt í hamsi. Bjarnamenn hins vegar búinn að spila af sér þessa yfirtölu og nú er það bara 5-5 seinustu 2 mínúturnar. Róbert tekur á skarið, droppar á Viktor. Hann leitar að sendingu en finnur ekki Jere og þá er SR-ingar með príma tækifæri til þess að finna hér cherry pick sendingu sem að finnur á engan og það er icing eða ætti að vera það með öllu réttu en ég veit ekki alveg akkur að þetta er ekki kallað. Hector reynir hér að snúa af sem mann, nota Róbert sér til hjálpar. Viktor reynir að finna Hilmar en finnur bara Haug. Hann dömpar honum inn. Ákveðin örvænting kom inn í Bjarnamenn. Hér skautar Tómas út af og Bjarnamenn freista þess að spila 6-5 seinustu mínútuna. Róbert dömpar honum inn en Jóhann tekur skotið og pökkurinn siglir hér yfir en með næstu inn og munaði litla við varum að sjá markmann skora hér í íshokkí sem ég hef aldrei með mínum eigin augum litið alla mína ævi. Það hefur verið sannarlega sérstök upplifun. Hér eru SR-ingar með stjórn en Björnin vinnur pökkinn. Jere en hann er tæklaði niður hér í miðsvæðinu en þá eru Bjarnamenn að fátast við það að reyna að ná stjórn. SR-ingar með pekkinum, henda honum út og Alex Máni væntanlega að reyna að taka lokaskoti og það fer í Viktor og framhjá en eru Bjarnamenn með enga markmann og einu fyrir. Aftur léleg sending á, hér er high sticking á Hector Loga sem er að mögulega bjarga marki, hver veit. Ég hugsa að þeir taki nú þessa áminningu Bjarnamenn frekar en að fá á sig mark og þá eru örfáar 26 sekúndur eftir af þessum leik. SR hljómar hér í höllinni og mikill hiti í húsinu. SR-ingar vinna uppkastið, Sölvi sem er yfir og það er viðstöðulegt skot sem að Tómas tekur beint í hanskan.
prýðilegt spil hjá S-ringum. Hefðu þarna geta gert endanlega út þennan leik. Tómas skautar hér út að virðist vera einhvers konar búnaðarbilun. Vill fá hjálp frá kollega sínum. Þóri. Bjarnamenn ráða hér ráðum sínum inn í varnarsvæðinu. Mögulega að reyna að kokka upp eitthvað snilldarlegt plan. Jón Albert fer hér út af fyrir Hilmar og Tómas kom með grímuna á fésið og fer að verða tilbúinn að klára leikinn og þá er það uppkast í varnarsvæði Bjarnarins. Bjarni vinnur og það er keyrt alla leið yfir þessi sending en Hector ekki með gassið í að vera mættur of snemma sem þessi sending kom. Bjarnamenn vantarlega að reyna hér að fá dæmt af hybridizing með að vera fyrstir í puckinn. Það tókst ekki og enn minni tími er þá til stefnu fyrir heimamenn. 16 sek. S-ringar vinna aukastið. Sölvi hliður, missir puckinn, setur hann niður í hornið. Robert með mann í sér en hér er Hector að reyna að berja þennan puckinn. Hér hins vegar er skapast færi en það er of knappur tími. Hilmar var með Úlfar með sér inn í svæðinu í blálokinn. En það var of lítið, of seint og Bjarnamenn fara hér með sárt ennið úr fyrsta heimaleik sínum á þessu tímabili. S-ringar kampakátir með sinn fyrsta sigur og verðskulduð 3 stig. Leikurinn allir hinn prýðilegasti að mínu mati. Við segjum þetta gott hér úr þessari útsendingu í kvöld. Ég minni alla áhorfendur á það að það er leikur í þessu sama húsi á morgun og það er Skautafélag Reykjavíkur sem tekur við Skautafélag Akureyrar, eitthvað sem að sjaldan hefur sést áður bæði lið svo að segja á útivelli. En ekki bara það, heldur er annar leikur á sunnudaginn líka og þá mun heimamenn í byrjunum taka á móti Skautafélagi Akureyrar úthvíldir og freista þess að ná í sinn fyrstu stig á tímabilinu. Við þakka fyrir okkur hér í kvöld.